og bindetru. 9. þrep. 4G, selur upp bindetrum og björnum. 10. þrep. 4G, kaupir enn meira bruggefni og þannig áfram endalaust og allir græða. Skál! Það þykir ekki lengur tíðindum sæta að bændur taki sér frí frá bústörfum og sæki heim aðra landshluta og jafnvel önnur lönd. Hofsármenn fjölmenntu í sumarbyrjun á suðlægar slóðir, bókuðu nokkur hótel á Tenerife og lögðu undir sig nokkrar af stærstu baðströndum Kanaríeyja. Ferlimál og hjarðhegðun Hofsárfólksins hefur vakið athygli vísindamanna og þó einkum fiskifræðinga, því margt minna þau á norsk-íslensku síldastofninn sem aldrei fer neitt nema í torfu. Rétt eins og norsk-íslenski síldastofninn flæmist Hofsárstofninn árlega og einni landhelgi í aðra, en hann óútreiknanlegur og aldrei hægt að segja með vissu hvað hann ber niður á ári. Til þess þarf að efla verulega rannsóknir á stofninum. Bent hefur verið á að Hafrannsóknastofnun gæti sparað þjóðinni stórfé í rekstri rannsóknarskipa og umtalsverðan kostnað af tilraunaveiðum með því einu að fylgjast með Hofsárfjölskyldunni þó ekki væri nema á einu þorrablóti og yfirfæra svo niðurstöðurnar á okkar helstu nytjastofnum. Stórstígar framfarir hafa átt sér stað á sviði svardanskrar sauðfjárræktar á árinu og hefur sauðfé verulega fjölgað í dalnum og afkoman batnað. Munar þar mestu hið umfangsmikla uppbyggingarstarf sem átt hefur sér stað á sauðfjárbúinu á Jarðbrú. Þar eru stundaðar hávísindalegar ræktunartilraunir undir vökulum augum hins hámenntaða sauðfjárbakara Þorsteins St. Hólm. Hann útskrifaðist með 5 háskólagráður ásamt Beggu í Brekku og Eydísi og Brynhildi Jónsdætru úr hinum virta sauðfjárræktarskóla ríkisins á árinu og má geta þess að hann meira en viljugur að útdeila af brunnum visku sinnar í þeim efnum gegn vægu gjaldi þegar formlegri dagskrá lýkur hér í kvöld. Ýmsar nýjungar hafa komið fram í sauðfjárræktinni á árinu. Þannig hafa Día og Sigvaldi í Hofsárkoti auglýst lambakjöt beint að hlaði og þetta kjöt ekki að verði endan frá sjálfu höfuðbólinu Hofsár. Í Brekkukoti fæst aftur á móti lambakjöt beint úr beði og kaupendum þar boðið upp á að fá myndir af viðkomandi lambi umvafið blómaskrúði sendar í farsíma sinn áður en kaupin eru staðfest. Mesta athygli hefur þó vakið frí upprekstra þjónusta sauðfjár undir slagorðin Sendun úr gullvagnin sem tekin var upp á Austurtorg á síðasta sumri. Þar býðst bændum sér algerlega að kostnaðarlausu án þess að eftir því sé leitað og jafnvel án þeirra vitundar svo einstæða þjónusta að féð þeirra sé flutt í stórum stíl í skjóli nætur í græna sumarhaga í botni Skíðadals þar sem dynnkar dafna og fitna sumarland og skila sér svo með öðru fé til réttar á hausti. Sigurður Bjarni á Brautarhóli varð óvænt fyrir þessu láni fyrstur bænda síðastliðið sumar. Þar sem hann var ekki vissum hverjum bæri að þakka þessa óvæntu þjónustu sendi hann landbúnaðarráði langt og hjartnæmt þakkarbréf sem hann vonaði
að skilaði sér til réttar aðila. Nú skulum við heyra nánar innihald bréfsins. Sem heiðurinn á af sögulegri uppgötvun þeirra. Þegar starfsmenn tæknideildar undir forystu hins fræga landkönnuðar Veitusteina fóru fyrir nokkrum árum í sögulegan leiðangur sveitina með hitaveiturör og ljósleiðarastreng, bólaði hvergi á þessum týndu bæjum djúpt í myrkviðum sveitarinnar. Glöggir leiðangursmenn sáu hins vegar flöktandi ljós og fleiri merki mannabústaði umhverfis Húsabakka og brutu sér leið þangað með hitaveiturörin þvert yfir dalinn og gegnum þétt skógarþykni yfir straumþunga Svarfaðardalsána undir þungum árásum og aðsókn vargfugli. Þarna í Laugahlíðinni rákust leiðangursmenn óvænt og merkilegt samfélag innfæddra á tiltölulega háþróuðu og sérstæðu menningarstigi.
Þegar búið var að tengja rörin og skrúbba fólkið upp úr heitu baðvatni, kom í ljós að það var ljóst á hörund en með rautt hár og sumir karlmannanna með rautt skegg og í Aston Villa búning. Í leiðangri þessum uppgötvaðist einnig firna gamall og merkur sundskáli sem sveita yfirvöldin tóku nokkru ástfóstri við og kostuðu stórfé við að endurreisa. Hugmyndin að varðveita skálan í sem upprunalegastri mynd sem nokkurs konar minnisvarða hið forna hámenningarskeið sem enn ætla eitt sinn hafi ríkt í þessari sveit. Lagt verður kapp á að ekki komist vatn að lauginni sem myndi spilla mjög hinum kostnaðarsömu viðgerðum og frægu hellamálverki sem að finna á botni laugarinnar. Hefur þessi óvænta endurreist sundskála Svarfdæla mælst vel fyrir meðal innfæddra, þjappað þeim saman og stórlega aukið á vinsældir yfirvalda á meðal þeirra. En svo aftur sé vikið að hinn óvænta fundi Ingvar á Helgafells má rekja hann til þess að menn þóttust í haust sjá ljósagang mikinn töluvert neðar í dalnum en áður var talið að byggð gæti þrifist. Þar fundu menn höllina mikla menn nefna Ingvarir. Allt var þar úr gulli og marmara, pelli og purpura en upp að henni liggur breiður og lýsandi stígur sem menn nefna Drottningarbraut og stýrir allan ljósaganginn sem var til þess að þetta postmoderníska funkisvirki uppgötvaðist. Segja menn og Silvía og Otto sem þar standa fyrir miklum fjármálaumsvifum undir yfirskini sauðfjárræktar hafi efnast á leynilegum fiskveiðum við Afríkustrendur vakti uppgötvun Ingvar að töluverða athygli í heimi fjármálanna. Í desember síðastliðnum bárust fréttir af því að fjölmargir áhrifamenn í Afríkuríkinu Namibíu teldu að á Ingvarum væri komið skýring á langvarandi arðráni sem íbúar landsins hafa sætt og þeirri fátækt og hungursneyð sem ríkt hefur víða í Afríku aldir. Hafa þeir sett fram kröfur íslenska ríkisstjórnin hlutist til að ná tilbaka þessum auðæfum frá Ingvarum. Skammt frá Ingvarum uppgötvaðist annar bær, Helgafell, nánast fyrir hreina tilviljun og hefði þannig örugglega ekki gerst nema af því að ljósin frá Drottningarbrautinu og Ingvarum vörpuðu bjarma sínum yfir þetta lágreista kot sem burði þarna undir brattri fjallshlíðinni. Fyrst í stað töldu leiðangursmenn í leiðangri Veitusteina að ekkert lífsmark væri að finna í Helgafelli, en við nánari aðgæslu fundust þar í einu afhýsi ævafornt hjón sem virtust lifa það sínu lífi utan við bæði tíma og ró. Kvaðst hún heita Sólveig og hann Sigtryggur, en að öðru leyti virtust þau ekki vita margt heiminn eða nútíma og nútíma þægindi voru þeim með öllu ókunn. Þau voru hins vegar furðufljót að sprækast upp og voru hinn málgefnustu þegar búið var að tengja hitaveiturörin og hiti kominn í húsækynni þeirra. Meðal annars barst í tal að vistarböndum hefði verið aflétt í lok 19. aldar. Þetta þótti þeim hjónum mikil og góð tími og létu verða sitt fyrsta verk að selja mjólkurkvótann og losa sig í kýrnar og hyggjast nú eyða 11 dögum
í heitum böðum í ljúfar nautnir hins frjálsa lífs. Áræðanlegar fregnir herma að veitusteini hyggja á nýjan leiðangur næsta sumar og verður spennandi að fylgjast með hvort fleiri bæir eigi eftir að koma í ljós á milli Tjarnar og Syðra-Holts eða hvort jafnvel leynist byggð framan við Húsabakka. Í Syðra-Holti gerast hlutir með allt öðrum hætti en á nágrannabæjunum, enda langt síðan sá bær uppgötvaðist og tengdist hitaveitum. Þar hefur undanfarin ár staðið yfir gagngerar endurbætur og lagfæring á húsum með miklum tilkostnaði og ekki tjaldað til einnar nætur í þeim efnum. Inga Maja og Anton Páll höfðu hins vegar ekki alveg gert upp við sig hvort þau væru að koma eða fara eða hvort þau væru hætt við að hætta. Eða ekki hætt við að hætta við. Á endanum var þó eins og inni upp fyrir þeim ljós og þá var það líka alveg kristalklært í þeirra huga að þau væru hætt við að hætta við. Og í framhaldinu sendu þau húsin og jörðina á nærliggjandi fjöll og dali. Sagt að kaupandinn, Ása Dóra Finnbogadóttir, hafi ekki haft hugmynd að hana langaði í jörð í Svarfaðardal þegar heilagur Jakob vitlaðist henni í draumi í ríki nautabanna á ódýru og illa lyktandi gistiherbergi á Spáni og mælti svo fyrir að hún skyldi taka sæng sína og skóna af fótum sér ásamt hælsærisplástrunum og halda sem skjótast heim í áttagan. Þar biði hennar hið fyrirheitna land og það skyldi hún kaupa, sama hvað það kostaði. Við það vaknaði Ása Dóra og mundi orð nautabanans og geymdi þau í hjarta sér. Á Húsabakka blómstraði mannlífið í sumar og rífandi businessin sem aldrei fyrr og var gestagangur slíkur að stefndi í hreint óefni. Var sveitarstjórninni nauðugur einn kostur að selja allt góssið einhverju sem kynni með slíkt að fara áður en alþýðamanna í dalnum færi hreinlega að hagnast á öllu það. Eftir hélt sveitarstjórnin þó félagsheimilinu Rifum sem vonandi fæst enn hærra verð fyrir síðar meir. Myndi ástandi á Húsabakka í haust einna helst á rýmingu Aleppo borgar þegar grátandi og örvæntingafullar handverkskonur Anna Dóra í jógasetri, Frissi Spar og Hjöri í Laugasteini hlupu stefnulaust í hringinn byggingarnar með búbein og pappakassa í æðisgengu kapphlaupi við að bjarga menningarverðmætum og forða helstu lausamönnum áður en vopnahléð væri úti. Allar hurðir féllu að stöðum og skiptirðu lykla og sílindra. Uppþótt þetta reyndist þó ástæðulaust, því lítið hefur enn spurst af nýjum eigendum síðan húsin voru seld. Sýningunni Friðland fuglanna var í kjölfarið fundinn nýr og betri staður í fallegum pappakössum undir stiganum í Ráðhúsdalnum. Hjöri í Laugasteini heldur þó ótrauður áfram að vanda eins miklum ófríði í Friðlandi Svardæl og kostur drita niður samgöngumannvirkjum viðkvæmasta varptímann þar sem engum lifandi manni dettur í hug að drepa niður fæti. Nýjasta hugmyndin
nákvæm endurgerð af Golden Gate brúnni sem tengja á saman vestur- og austurkjarna. Hafa þungavinnuvélar frá steypustöðinni að Undarfjörðum vaðið yfir friðlandið eins og skriðdreka herdeild Þriðja ríkisins og spillt gjöfurum veiðistöðum í Svarfaðardalsá og eyðilagt varplönd farfugla. Dagur Óskarsson brjálaði uppfinningamaðurinn á Hlíðarenda. Sagði upp vellaunaðri og tryggri atvinnu hjá Sæplasti á dögunum til að geta sýnt betur hugðarefnum sínum sem öllum það því að finna upp og hanna vörur sem enginn hefur not fyrir. Fékk hann til þess frumkvöðlastyrk að freista þess að koma nú fram með eitthvað sem beinlínis hefði notagildi. Eyddi hann löngum tíma í að hanna og setja saman uppblásin göngutjald sem virkar raunar ágætlega, fyrir utan það að vera allt of þungt til að taka það með í ferðalög, auk þess sem að margfalt lengri tíma og meiri áreynslu tekur að blása það upp en tjalda léttu göngutjald. Fleiri verkefni áttu huga uppfinningamannsins á meðan frumkvöðlastyrkurinn var að klárast, svo sem ferðaheitur pottur sem settur saman úr sæplastkeri og sól- og eldavél, nýþungt helvíti sem helst þar dagduglegan traktor til að flytja á milli staða. Einnig pallhýsi sem festa má á gamla kerru og 20 tonna skíðapressu sem hann auðvitað skýrði Bryndísi og fleira mætti telja. Dagur hefur nú aftur hafið störf hjá Sæplasti því frumkvöðlastyrkurinn löngu uppgefinn. Eftir margra mánaða þrotlaust frumkvöðlastarf hans skulum við sjá þegar þau hjón komast loks í langþráð sumarfrí. En það eru fleiri en Dagur á Þverá sem komið hafa fram með tækninýjungar sem til framfara horfa. Steinunn og Sveinn á Melum eru umhverfisverndarsinnar fram í fingurgóma og skiptu því dísilolíu á dráttarvélar fyrir steikingarfeit. Með því leggja þau ekki einasta sinn skerf til að hætta að brenna jarðolíu með tilheyrandi glóbal umhverfisáhrifum, heldur stuðla þau einnig að endurnýtingu og sjálfbærri, vistvænni atvinnustarfsemi og næringarefni í umgengni sinni við móður náttúru. Árangurinn umskiptanna var raunar enn betri en þau þorðu að vona og sparaði hjónunum umtalsverðan rekstrakostnað því vélarnar á Melum hafa staðið ónothæfar síðan með slíkum olíuverk. Jón Þórarinsson Hnúki hefur jafnan farið mjög fyrir mönnum þegar kemur að nýjungum í sauðfjárrækt í Svarfaðardal og var engin undantekning á því þetta árið. Nýjasta framlag hans til þessa málaflokks án efa senditæki sem hann hengdi á sína uppáhaldsforystu
Bolsu nr. 112 sem hann sleppti síðan lausri í Hólarafréttum vor. Senditæki sendi boð með jöfnu millibíli í Gervinhött sem Jón hefur á sporbaugum jörðu og þaðan í gagnaver heima á Hnjúki. Þar satt Jón sem fastast við stóra skjái í allt sumar og fylgdist spenntur með ferlimálum Bolsu. Niðurstöður tilraunarinnar sýndu svo ekki verður minnst það sem gánamenn í Hólarafrétt og Sveinsstaðaafrétt af Þverárdal og Kóngsstaðadal og af Sæluheiðum og hlíðum Kerlingar hafa vitað árafyrir að forystuféð á Hnjúki ekki einasta geðbilað, heldur svo hringsjóðandi, glórulaust, óstjórnlega, sjúklega geðbilað að yfir það á engin orð í tungumálið. Umrædd Bolsa eyddi öllu sumrinu á vinnulausum hlaupum í stóra hringi í kringum sjálfa sig, margsinnis fram alla Skíðadalsafrétt og aftur tilbaka, þvert yfir Holáfjall og upp á alla nærliggjandi hnjúka, niður í alla dali, yfir alla rán og upp á alla hóla, niður í alla keldur, aftur og aftur og aftur og aftur. Og þetta bara ein af þeim fjölmörgu forystum sem hann Hnjúksbóndi hefur á sínu snæðu. Svo furðar hann sig á því að þessir geðsjúklingar skili sér seint og illa af þeim. Annars alls ekki hægt að kvarta undan fjárheimtum í Svarfaðardal. Fé að heimtast að fjalli alla mánuði ársins og sumt af því eftir margra ára útivist. Þannig heimtist lambhrútur grund í lok maí, feitur og vel framgenginn upp úr Holárgíginni. Var móðar aftur ekinn á fjall og hefur ekki séð síðan. Að undanförnu hafa sérfræðingar á sviði golfvallaskipulagsfræða unnið umfangsmikla úttekt á golfvellinum á Arnarholti í landi Ytra-Garðsós vegna golfklúbbsins Hamars. Niðurstöður úttektarinnar í stuttu máli þær að Arnarholtsvöllur sé svo geðveikt glataður og svo klikkað dýrt verði að gera hann brúklegan svo hægt sé að spila þar golf að einhverju viti að mun skynsamlega sé að leggja dreg undir Boggustaðafjall, höggva skóginn sem búið að vætta og rætur þess á síðustu árum fyrir eitthvert gjafafé frá gömlu vitleysingi, slétta á hólmum og fylla upp í tjarnina sem þar útbúa þar nýjan nýtísku 1912. Leggja síðan hlaupastíga, reiðgötur meðfram golfflötunum, planta suðrænum linditrjám og vagningssvið meðfram stígunum, útbúa pálmalundi með reglulegum millibili, með notalegum kaffibörum og skraut fiskatjörnum, leggja svo gönguskíðabrautir á milli pálmalundana þar sem hægt verður að stunda skíðaskotfimi á milli þess sem menn slá nokkrar kúlur og drekka kaffi vatn. Af menningarsviðinu vakti mesta athygli 12 örsýningar svartælskar konur sem Íris í Laugasteinum stóð fyrir á byggðasafninu Hvoli. Örkonunum fer óðum fækkandi í dalnum og ekki seinna vænna að halda á þeim sýningu áður en þær hverfa í öllu af sjónvarpssviðinu. Á Hæringsstöðum hefur jafnan verið deigla hinna mestu nýjunga í Svarfaðardal. Nýjunga sem lagt hafa línur og varða brautina til framtíðar.